einmitt. En klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 blöður hafi göngu sína þennan miðvikudaginn og eins og alla miðvikudag ástendur hann beint á móti mér hér hann Pétur Jóhann Sigfússon. Pétur, ég segi vertu velkominn. Já, að þakka þér kærlega fyrir það og sömuleiðis. Hvernig ertu þennan, miðvikudaginn 13. mars árið 2013? Hvorki meira en minna. Já, 13. Talan 13 kemur mikið við sögu hér í dag. Já, 13. mars 2013. Já, og talan 13 er góð. Já, hún er nú oft verið talið nóapa. Ég er endar aldrei verið eitthvað hrættu við 13. Ég er mjög ánægður með 13. Já. Já, og bara, þú veist. Það er ekki nóapa við hana? Nei, í rauninni ekki. Nei. Þannig að, frábært, gjörsamlega frábært að vera þetta. Já. Og það besta við hennar dag er að fá að eyða smá að búti á hana með þér. Já, við vorum ekki í síðustu viku saman. Vorum ekki saman í síðustu viku. Nei, þá var ég með Sveppa. Sveppa var það ekki hundleðilegt. Það var líka eitthvað off við þetta sko, við vorum á hans degi. Já, þriðju degi. Hann svona stjórna þessu sko. Já, hún fannst hann eiga þetta eins. Já. Já, ég skilði. Ég svona bakkaði úr sér átt eitthvað inn, já, þú veist, ég vil ekki, þetta er dagurinn hans og eitthvað. Hvað er ofta að bakka? Að þetta er dagurinn hans. Já, út aldrei að bakka. Heyrðu, og ég meina, og akkur var ég ekki á miðvikuti? Hvaða steypa var í gangi með? Já, svo þeir átt að vera steinda þeirra miðvikudaginn, svo voru þeir ekki eins og út af einhverju smá snjókomu. Komu þeir ekki? Ég klúðraði þeir reyndar að hlusta, sko. Þeir komust ekki. Þeir komust ekki? Nei, en svo var bara venjulega 50 ára föstudagur og allt komið á réttur ról. Hefði ég verið á miðvikudeginum, þá hefði náttúrulega Terranóin. Já, það er létt með að koma að ringa. Terranóinum fannst gaman, skilur við. Varst þú að keyra bara allan bæ að bjarga fólki? Þú getur rétt ímynd þær. Með kaðalinn og startkablan og heitt kakó og... Heitt kakó og hvað þið? Þetta er nú meira veðrið. Já, dragandi upp eitthvað svona sem að voru fastir sko. Já. Já, lúkislega gaman. Já, þetta er fínt að fá svona storm inn á milli. Já, þá varst þú bara út í Manchester. Nei, ég kom náttúrulega heim á miðvikudaginn, mann, ég fekk nú alveg að kynnast þessu. Svona NASA-þefun af þessu. Ég fekk NASA-þefun en við erum með, var alveg flóið í þessu veðri? Já, var óþægilt að lenda. Var það? Já, pínur hristingur upp í lofti. Rétt áður við lendum. En þetta eru vanir menn. Þetta eru vanir menn, þeir eru á flóið áður. Valinn maður í hverju rúmi. Segðu þau. Og þeir færi ekki að fljúa að staðan ef þeir var öruggir að komast heim. Nei, þeir myndi ekki gera það maður. En hvernig, er búið að ræða þennan leikar? Já, er búið að ræða það alveg nóg. Hverju eru búin að ræða? Það er bara komið gott, bara allir sem ég hitt hérna. Nei, menn, eftir búin að ræða hann hérna í þættinum í útvarpinu? Já, löngu síðan. Við hvern? Gilsenegger? Já, bara alla. Hjörvar Hafliða? Já, þetta er bara komið gott að þessu leik. Við ætlum frekar að segja fólki hvað er hjá okkur í dag. Við ætlum að hætta að lifa í fortíðinni, Pétur, og byrja að lifa í núinu. En varstu daufur? Nei, ég var fínn. Þetta var ekkert að þessu. Ég opnaði þessar umræður á árshátíðinu á laugardaginn við þig, þú sast á sama borði og ég. Ég vil sá ég eftir því maður. Það var svona aðeins svona britta upp á þessu. Það stemdi í það að ég myndi bara eðalega kvöldi fyrir þér. Nei, ég sagði bara hætta þessu. Það var ekki flóknar en það. Þú gerir það ekkert eitthvað svona kurteis snópan. Það var bara En akkurat það var ræðið þetta líki þættinum. Það var miklu skemmtilega að ræða þetta svona í loftinu. Þegar þú sást viðbröðum mín gagvart þessu á laugardaginn. Já, ég vil bara hlusta þetta viti hvernig Auðun Blöndal er í raun og veru. Já, þegar það er verið að bögga hann. Þegar það er verið að ræða Manchester United og eitthvað svona tablik. Já, hann er ekki þess, ég held að hlustendur viti það alveg. En núna, sko, nú er þetta bara ég er null eitthvað svona íþróttakall. Ég hef ekki dvita á þessu. Nei, það er ekki farið fram hérna einum. Og nei, rétt hjá þér. En þú veist, hvernig tilfinning er það, ég meina, Real Madrid, það er alveg, og hann er aðna, Ronaldo og svona, hann var í ykkar liði. Já. Og er einn af svona bestu knattspyrnumönnum heims. Já. Og svona, þú veist, ef við horfir á þetta út frá svona fagurfræði. Já. Skilju, hann er frábær fótboltamaður. Ég er spurning aðna. Hann er frábær íþróttamaður. Já. Finnst þér ekki bara gaman í rauninni að tapa fyrir honum? Eða, þú veist, fyrir honum og hans liði? Eða, svona, þeirra öll eru á botni kvöld, er það ekki allt í lagi? Nei. Það er aldrei gaman. En ég er eitthvað sjálfgeð, skilju, þá var það fyrir reyðar. Ég stið hann núna. Akkurri? Ég vona að þeir fari langt núna Real, að því að ég vill honum alveg vel. Ég vildi bara ekki að myndi skora á móti United. Erum engin ensku lið eftir í meistaradeildinni núna? Já, Arsenal í kvöld, en það er ólíklegt að Arsenal fara áfram. Þeir eru í vandristu, 3-1 undir og er að keppa út. Chelsea er farin? Já, þetta er allt farið. Þetta er allt farið, maður. En það sem við erum að... Já, það er leiðilegt. Ég er endur alveg sammálaðið þar. Það er alltaf leiðilegt þegar ensku liðin eru dottin út. Mér finnst að segja, ég veit ekki neitt Mér finnst gaman að Chelsea og Arsenal og þessi lið fara áfram. Ég vil hafa ensku liðin þarna. Það hefur alltaf verið þannig.
Já, það verið gaman. En þetta var voða leiðilegt. Handa ykkur í dag, kæru hlustendur, erum við með, sturlaða staðreyndir, karaoke, vondatið, þar sem við ætlum núna að ringja í einhverja dagmömmu og Pétur Jón Sigfússon ætlar að leika grenjandi barn. Hann var hundur hérna síðastur við vorum. Hundur í síðustu viku og grenjandi barn í þessari viku. Já, svo ætlum við að fara í þegiðu, stein þegiðu, hvernig stemmingin og fleiri liði, karaoke og þið þekkið þetta vonandi, öll kæru hlustendur. Það reynda búið að gerast hjá okkur 2-3 í röð. Já. Að við höfum auglýst eitthvað hvernig stemmingin og svo bara gleymum við. Já, nú förum við það. Já, sjáum til. Já, við ætlum ekkert að fara að klikka á því núna, en Pétur, hérna nú eitt sem uppáldið okkur. Hann heitir Justin Timberlake þessi. Nýjasta lagið hans heitir Mirrors. Já, ég vil bara fá gamla stöfur. Já, þetta er gott lag. Hitt var ég á sammálaði með hitt, Suit and Tie. Það var svona, já, allt í lagi. Þetta er alvöru. Timberlake hér í FM 95 Blöð á þessum fanta fína 13. degi marsmánaðar á miðvikudegi. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon, á móti mig situr sérstakur slúðurköngur þessa þáttar FM 95 Blöð, hann heitir Auðun Blöðdal. Ég ætla að biðja um að gefa hún gott hljóð, góða hlustun og sitja alveg kjur. Þetta er svaðalegu pakki. Takk fyrir það, þú kynþokkafulli maður. Ég ætla að byrja hér á slúðri sem ég var mjánað með. Ég var nú búinn að segja frá því áður hér í þessum þætti að það er framhald á leiðinni, Dumb and Dumber. Þeir Jim Carrey og... Er ekki búið að gera það? Nei, Dumb and Dumber Þvílíkur djöfisins viðbjóð sem það var maður. Nei. Ég skil ekki enn af hverju ég fór á það í bíó eins og ég var reiður allan tíman. Hann snilda mig. Það er einhver versta, af hverju gleymi henni alltaf þegar ég var að spyrja um einhverju versta mynd sem hún sé. Það er hún. Þvílíkur horfbjóður. Dumb and Dumber, já, hana heima á DFT. Dumb and Dumberer. Já, Dumberer. Já, viðbjóður ekki með Jim Carrey á þeim. Já, gæðinu sem eru næstu alveg eins. Já, þetta er eftir mikið, Pétur. Ég veit á þetta fíblast mér núna. Þetta er ógeðslegt. Nei, hvað? Já, hana heima grínlaust á DFT og grínlaust ég setja hann oft í. Sérstaklega kringu jólinn. Í alvörinu? Já. Þú ert að ljúga þessu. Þetta er ekki ekki með? Nei. Hvað meinur? Hún er ekkert beðið, ekkert verra en hinn. Ok, nú fer ég á reiður. Jim Carrey og Jeff Daniels, þeir eru báðir búin að gefa grænt ljós á þetta og ætla að taka þátt í verkefninu. En þá var því miður verið að fresta tökum, þannig að hún verður ekki sýnd fyrir ná næsta ári. Hún átti að koma út á þessu ári, en við getum að hugga okkur við það að það kemur framhald af Anchorman þetta árið og menn eru svona aðeins að ræða hvort að menn hafi frestað Dumb and Dumber framhaldinu út af framhaldi af Anchorman, þannig verður ekki komið út á sama tíma. Já, það geti verið. Já, það er einhver svona smá samsæri kynningar í gangi. Ok. Svo er það næsta mammans Justin Bieber, hún er jafnvel til í að taka þátt í næsta Bachelorette þætti. Hún er á lausu móður hans og... Það er hún gömul, kemur það fram? Nei, það stendur nú ekki. Mammans Justin Bieber á lausu? Já, en hún segir hér, ég veit nú ekki hvernig hann Justin minn tæki í það. Já, hann er ekkert verið að skipta sér að því maður. Konan er á lausu og hann vil fara að ná sér í vann. Myndir þú eitthvað verið að skipta þér að því eða? Já, Hatti myndi skella sér í. Já, sko, í fyrsta lagi það góða við hann að Hatti, óðu mína, en ég veit ég þyrst aldrei að stressa maður. Að hún færi, já, hún er svo feimin, sko. Hún myndi aldrei fara í Bachelorette. Ég held nefnilega að það sé bara gríma hjá henni. Hún sé ekkert feimin og hún þráir og finnst gaman að vera í sviðsljósinu. Og væri þvílið til að vera íslenska Bachelorette. Já. Akkur kom bara íslenski Bachelorinn á sínum tíma? Akkur fengum við ekki Bachelorette þátt? Nei, ég skilja ekki. Hvaða kjaftaði það? Já, ég er oft búinn að spyrja með þessu. Já, ég líka. Þetta er fáránlegt. Já. Þjóðin krefst þess. Já, það er bara komið tíma á. Já. Og svei mig það verður ekki bara haft í Sveinsdóttir. Það væri flott maður. Sá hana í einhverjum svona heitapotti með freyði vín. Ég ætti reyndar gríðarlega erfitt með að horfa á það. Er það? Já, mamma... Og rósin fer til. Já, þetta er bara svo að horfa á mömmu sinni í djúbulöginni bara allar helgar. Það væri alveg skellulegt maður. Já, þú veist... Ég held að mamma er næstu heim í... Mamma heima, já, Mæju systir. Æja, bara tala um, þú veist, ég á 2 systur, Mæju og Dæju. Fyrst í þátturinn að fara í loftið. Já, bara... Já, líka bara eftir þátt. Já, Mæja, hvað leist ykkur best á handa mömmu? Þetta væri alveg. Nei, þetta væri gaman. Nei, þetta væri viðbjóður. Svo er það 24, Jack Bauer vinnur okkar. Það átt að gera bíómynd, 24 bíómynd. Menn eru hætti við það. Það er búið að drepa það verkefni og það verður engin 24 bíómynd. Og mér finnst það leiðilegt, því ég var að huge fan eins og þessi. Já. Það er leiðilegt og svo ætla ég enda slúðupakkan á Taylor Swift. En það er einn maður í... Svakalega heitið inn í mér. Er það bara ég eða? Er einn svona heitur? Það er bara þú svo sexy. Hæ? Er það það? Já. Ok, það er allavega lettir að vita það. Já, verðst að klæða úr. Já, bara aðeins að leta á sig maður. Er það? Já, það er einn starfsmæður í teimi Taylor Swift í vondum máli núna eftir að,
Það voru menn sem urðu vitna því að hann tók bara allan svona fanmeilið hennar, svona aðdándabrifin hennar. Það voru 2 alveg fullir póka sem átti eftir að opna og hann tók og hendi henn bara eitthvað ruslagám. Og þá var einhverjir náttúrulega fullt af krökkum búin að senda þetta hérna og þaðan úr heiminum og búin að merkja þetta rosalega flott og eitthvað og það var farið með þetta á einhverja sjónvarpsstöð í Bandaríkjunum þar sem að það var sýnt að hann hefði ekki opnað og þau biðjast innilega rannsókn á þessu og segja að það hefði bara verið eitthvað miskilningur á þann ferð sem algjört rugl, þetta var engin miskilningur. Það var bara eitthvað gaur, þú veist, hvað ætlum að fá mörg milljón bréf, hann hefur bara ekki nennt að taka þessa 2 póka með. Ég held að þetta sé bara dálítið mikið svona það sem gerist í þessu? Já. Því miður, já, það held ég. En þetta var slúðupakki dagsins, áttu þú eitthvað? Eitt í viðbót hérna. Hvað ertu með? Já, kallið minn. Hvað áttu? Nei, ég ætla ekki að vera með þetta, maður, þetta er ömulegt. Hvað, var eitthvað íslenskt eða? Nei. Hvað þá? Skiptir ekki máli. Hvað? Halle Berry, leikona, hvernig, ég veit ekki eins og hvernig. Halle Berry? Halle Berry. Og gestur hjá spjallþáttakónginum Jay Leno hérna í vikunni. Já. Klæddist afar djörfum kjól sem að sýndi barm hennar vel og átti Jay í erfiðleikum með að horfa ekki á hann. Og þetta er slúðrið. Búið? Já, í grunninn, sko. En svo kemur, það eru myndir með þessu, sko, en það er kannski erfitt að sýna það í útvarpinu. Já, ég verð kannski með betra slúðir hérna. Hvað meinar ég? Þú veist, ég er nýbyrjaður í þessu. Ég fæ alltaf... Þetta var velgert verður. Það var fínt. Það verður gaman að geta sýnt myndirna, sant? Myndirnar? Já. Já, ekki málið. Við kíkjum á það. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð. Svo komum við aftur hér að vörnum. Flott skæðamúsík svo. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik alla helgina á Irish Pub. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Páskalamborgarinn er á fabrikunni. Hann vill að þú borðir sig. Glóðargrillaðar lamba prime steikarsneiðar með bernes og hvítlauksveppum. Aðeins í boði frammi við páska á meðan byrðir endast. Hamborgarafabrikan sími 5757575. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. Styttist hér í, þegiðu stein þegiðu sem er dagskráliður hjá okkur Pétri. Ásandi við viljum að fara í vondatið og nú ætla Pétur, í dag ætla Pétur ekki að leika hund eins og hann leik þegar við hringdi með hundahótelin daginn, heldur grenjandi krakka og ég á að hringja í dagmömmu. Já. Og það verður hér á eftir. Það er grenjandi barn núna. Já, ég var að vera aðeins mig. Já, þú var að þetta eins. En sko, ég veit ekki, við Pétur vorum hérna fyrir í dag, þá vorum við að skoða karaoke-lög. Já. Og ég er bara í bullandi vesen. Ég held að við þurfum að opna fyrir síman og fá hlustendur til að hjálpa okkur að velja. Þú varst í minna vesen henni? Já, ég er komin með lag. Já. Af því ég held svona að geta orðið skemmtilegt, ég myndi grenja það eins og hann. Já. Ég var að spája að taka When I Was Your Man með Bruno Mars. Já. En það er bara... Það var ekki að ganga hjá mér. Ég tók eina æfingu hérna, það var alveg skelfilegt, sko. Já. En ekki það, ég hendi það ef ég fæ ekki enga betri hugmyndi frá hlustendum, sko. En varst þú komið eitthvað? Nei, ég er í bölnum vandra. Já, en ekki reyna að ljúga mér að finnst þetta flott svo þú vinnir mig hérna létt á eftir. Nei, ég er að segja bara, þú veist, mér varst ekkert eitthvað hljóma eitthvað hörmulega. Við erum alltaf, hljómum alltaf hörmulega í þessu. Það er endur ágætispunktur. Það er ekkert,
Það er eitthvað ágætisbúndur. En ef að heyra hvað hlustendur á að segja, hvort þú sé með eitthvað góða hugmyndir. Já, ég væri til í það. Já, opnum myndum fyrir síman því að Pésa vantar einmitt lag líka. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan daginn. Getur við komið Óskalag? Óskalag í karaoke eða? Í karaoke? Já. Nei, bara Óskalag. Já, ok, bara þannig. Jú. Hvaða lag? Lagið heitir Boomerang með The Summer Set. Boomerang, við skoðum það hérna strax eftir. Er það þakka fyrir? Ok, takk. Já, við erum að leita lögum í karaoke, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, herðu. Já. Summer of 69 með Bryan Adams. Hann tók að hann daginn, hann Pétur. Ég er búinn að taka hann, mann. Ok, þá... ok. Ég eyðilagði það, sko. Nei, já, mjög flott þér. Nei, það var hrikalegt. Það er ekkert annað þér. Herðu, þú hast með Rammstein. Ég er líka búinn að taka hann. Ég er líka búinn. En takk fyrir að hlusta. Greil aldrei. Herðu, ok, takk. Bæ. Hvað, hann ekkert hlusta á þáttinn? Nei, greinilega ekki. Vildu bara hlusta sem þú ert búinn að taka. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hvað vilt þú fá í karaokeinu? Herðu, þú átt að taka Don't Stop Me Now með Queen. Það er erfiðar heldur en ég fæði fyrir sem nefn. En Pétur? Pétur, en ég? Ertu með eitthvað fyrir hann? Nei, bara fyrir þig. Nó, ok, hann er farinn. FM, góðan daginn, hvað vilt þú heyra? Herðu, Iris, Google Dolls. Já, herðu. Það geti verið eitthvað. Fyrir auða? Þetta er góð hugmynd. Iris með Google Dolls, þetta er flott lag. En sagði hann ekki fyrir auðanum? Nei, handa auðanum. Jú, auðin. Já, hvað er þeirra Pésan, syngja? Ég var til að sjá hann taka eitthvað flippa, bara eitthvað með JT eða eitthvað. Já, hann var að leita einhverjum með Justin Timberlake á hann. Ég er búinn að vera að leita því í dag, sko, einhverju lægi, en það er alltaf, erfitt að finna einhver karaoke-lög með honum, sko. Það er bara típiska, Crimea River. Já, Crimea River. Crimea River. Það er svo mikið að röddum þarna onni, skiljum mig. En fannstu enga reyna karaoke-útgáðu því? Nei, það voru raddir einhvern veginn svona... Truflaði eitthvað. Crimea River. Já, ég leiði þér að hafa kórið með. Herru, takk kjærlega fyrir þetta, Hannur. Takk fyrir. Ok. Það eru komin 2 fín lög hérna, tökum 2-3 viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-inu? Don't worry, be happy. Don't worry. Þú verður til að heyra, taka það. Nei, ekki þig. Ég er bara Pétur. Þetta lag á mjög vel við Pétur. Ég veit það. Don't worry, be happy. Ég segi bara Pétur. Já, hann er aldrei voldurskapi. Nei, þetta geti henda mig vel. Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, það er okkur, ég er ánægð með hlustendur í dag. Það eru komað góð lög hérna inn. Hvað vilt þú heyra í karaoke-inu? Halló. Herðu, ég vil heyra Pétur. Já. Og hann má syngja In the Navy, hérna... In the Navy. Já. In the Navy. Já, það getur verið kemlega. Já, það getur verið mjög gott líka. Þetta ég. In the Navy. Ég er ekki með fleira, þetta er bara poppið um þar. Ég er náttúrulega var að vinna í íslenska hernum, sko. Já, þú hefur verið í hernum, Pétur. Var að vinna í landhelgisgæslinu, kallar mér heilt sumar. FM 95 Blöð, góðan dag. Ég er hermann, raunni. Góðan daginn. Ég vil heyra Pétur taka I Just Had Sex með Akon. I just had sex and it feels so good. Nei. I just had sex. Ég hef aldrei hýrt þetta lag, ekki svo í muni eða viti. Þetta lag ætti líka svo vel við þið núna. Fegst þið gegn í hátteginu? Tók eitt styrtan í hátteginu. Já, hann kom alltaf á skælbrósandi í vinnuna. Þá kemur 20 greina, fekk hann okkur á brottinu eða var ég eitthvað gott. Herðu, ættu að segja þetta. Ættu eitthvað vangi. Herðu, takk fyrir þetta. Ok, það er síðasti FM. Hvað verður þú til að heyra? Herðu? Já, ég var til að heyra SR Climax. Það er ekki hægt, maður. Hvað er það? Það er þá léttara held ég að taka Bruno Mars. En við skoðum þetta. Ok, nú, takk. Herðu, SR Climax. Það er allt eitthvað svona uppi, bara alveg nánast ómögulegt. Okay. En við erum konið með nokkur lög hér til að vinna og hljótum að finna eitthvað úr þessu. Svo er eitthvað inn á Facebookinu líka. Já, við finnum eitthvað gott, við skulum fá, ef að þessi væri nú komið karaoke, það var alveg hægt að reyna það. Þetta er Frank Ocean. Flottari hér á þessari stöð. Steytist í, bara allt saman, Pétur. Við hefum allt inni hérna. Það er algjörlega með ólíkindum hvað allt er fljótt að gerast hérna hjá okkur FM 95 Blöð. Já, klukkan 4:30 bara áður en við vissum af. Já, og sumar á leiðinni. Já. Lóan er komin. Hvað er hún komin? Já, hvernig, fæ ég eitthvað sumafrí? Já. Ég verð að fá sumafrí hérna í þessu dæmið maður. Já, auðvitað, menn þú ert hérna alveg einu sinni í viku. Ekki veitir að smá frí, ert ekki alveg búinn. Það er ekki að panta það fyrirfram. Hvað ert að spá?
Hvað er ég að spá? Hvað ætlar að gera í sumar? Ég þarf að fá allan júni og allan júli. Það er ekkert annað. Ég er alveg bara að báða mánuðinu. Þátturinn fer nú örugglega eitthvað sumarfrí, sko. Já, hvenær? Ég veit ekki, ég held að ég er búin að negla neitt hann. Íbulega geta drengur, Lóan er komin. Já, hvað? Það er gæi í garðinu sem bara fuglaskoðuna sérfræðingur í garðinum. Já. Sem er búin að finna Lóana, sem að sá hana í gær. Já, bara í garðinu? Hann bara twittaði, skellti í því bara. Nei, hvernig gerir þetta? Hæ? Hvernig tekur ég fuglinn? Ég kann ekki. Þú varst með helviti flott. Nei, hvernig fuglinn? Nei, ég kann ekki. Við aðeins. Nei. Þetta er Lóaðinn? Nei, ég kann þetta ekki. Sorry maður, þú komst að það með aftanlega með hérna. Þetta skiptir ekki máli maður, hljóði skiptir ekki máli. Lóan er komin. Já, ok. Þannig að það þýðir að styttist í sumari og maður þarf að fara að bóka sumarfríið sitt. Það er það sem þú vilt meina þetta. Nei, ég vil fara að bóka mitt. Fladaða? Ég meina, hvernig verður þetta? Hvernig verður hvað, Pétur? Sumari hérna, ég finn 9-5 blöð. Það er bara ekki búið að negla nýtt. Ég meina, veist ekkert. Akkur er þetta stressaði því núna, hér í beinni útsendingu? Það er komin mars og síðan kemur mæ og april og... Nei, þú veist, april og mæ. Mér langar mest að gera í sumar. Hvað? Það fari í Vatnsrennibrautagarð. Það er skemmtir allt sem ég geri. Hefur aldrei farið í Vatnsrennibrautagarð? Jó, oft. Já. Ég fæ bara ekki leiða. Svo best hættu með hennar prumpu dallinn hana. Hvað meinur? Ég var að kaupa það. Já, þú verður ekki að nota til neitt atriði núna. Bara svo ég útskýri fyrir hlustendur, þá heldur Pétur Jóhann á einhverjum bolla með einhverjum svona slím í. Herru, þetta er noise putty. Og er að leika sér að setja puttan ofan í það, því að þá kemur eitthvað svona hljóð. Stick your fingers in. Hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta? Noise putty. Noise putty. Eða hljóðabúðingur. Já. Og þetta skal ég segja þér, keypti ég mér í svona skemmtilegri búð. Svona hókus pókus eitthvað? Já. Þetta er í rauninni bara, þetta þú veist hérna, hvað það heitir? Þetta er bara eins og prumpublaðra? Nei, hún er, þú veist, þetta er hérna, heyrðu það? Þetta er stórgóðslegt útvarp hjá okkur, Pétri. Þú ert að rústa þessu. Við þurfum að fara bara í... Hlusta það. Þegiðu. Þetta er ömulegt, Pétur. Þetta er alveg ömulegt. Býttu ég að ná það. Nei, nú fer ég að taka þetta af þér. Þetta er alveg skelfilegt. Horfa á þau í þessu. Það er eins og segja... Ég ætla ekki að segja hvað þetta lítur út. Þetta grýna með. 41 árs, Pétur. 41 árs. Nei. Tveir harðir í beinni útsendingu frá Lemon, Suðurlandsbraut 4 á föstudaginn. Ekki missa af 1 sekundu af þessum snillingum. Þeir gefa heppnum hlustendum sælgerasamlokur og ferska djúsa frá Lemon. Náður þessu. Tveir harðir í beinni útsendingu á Lemon á föstudaginn. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnaleginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Já. Þetta er að skera. Góðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Nýtt í bíó. Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City. Frumsýnd á föstudaginn. Meistaradeildin í kvöld er í beinni í Háskippu á Górilunni Stórhöða 17 og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 blöð. Drinking from the bottle. Það er einmitt það sem að Pétur Jón Sigfússon gerir þegar hann fer út á lífi. Drekkur hann bara beint úr flöskunni, hann er ekkert að vera að flækja þetta. Nei, glös eru bara til trafal. Já, glös eru bara fyrir smábönd, viltu meina. En Nú er komið að því maður.
erum við að fara í Bölvaði Sindali eða viltu fara í Sturlaða staðrendir? Við erum að fara í Sturlaða staðrendir. Ok, ég er til. Það er sá tími sólarhringsins, klukkan er svona cirka 20 mínútur í. Ok, þannig að þú heimtar núna Sturlaða staðrendir. Já. Og ég ætla bara að, koma með þér hérna handaðar. Ætti ég að vera með prumpuleðrið undir? Nei, ég er góður. Ertu viss? Já, þetta er bara flott svona. Nei, alls ekki, nei. Sláðu út á borðinu. Nei, please, Lefty, nei, bara, ég vil helst ekki vera með þetta. Byrja þú að lesa? Ætlar að fara að eyðileggja fyrir mig Sturlaða staðrendir með þessari prumpudólluðinni? Ætlar að gera það? Nei. Ha? Nei, ok. Nei, sorry maður, fyrir ekki að... Já, þá koma hér Sturlaða staðrendir. Hér kemur fyrsta. Meðallaun strippara í Bandaríkjunum eru $125.000 eða 16 miljóns. Já, hér. 16 miljónir á ári. Það er nú bara ágætislaun. Þetta er náttúrulega kannski ekki vinsælasta vinnan, svo sem. Nei, samt strippari, sko, það er bara... Þá hefum við bara svona að dansa í rauninni, sko, bara léttklætt. Dansa allsber, Pétur. Já, er það? Ekki horfa á mig hér. Ég er búin að þekka það mörg. Ekki horfa á mig eins og þú vitir ekki hvað gerist inn á Stripta, Pétur. Í Bandaríkjunum. Þú varst með lögheimilið þarna svona fyrstu 20 árið sem ég þekkti þig. Nei, það er ekki réttið. Heyrðu, sko, hérna í Bandaríkjunum er þetta rosa mikið svona... feimnismál Já, reyndar kannski og ekki eins mikið sko í Evrópu er stripp miklu gróara. Já, getur verið. En þarna verður þetta með Bandaríkjunum. Já, í Bandaríkjunum er þetta bara svona svolítið dill og bara það er alltaf í nærbuksunum. En hvernig ert þú með fordóma gagnvart þessu? Væri þér sama ef að konaði væri strippari? Væri mér sama? Já. Meinar ef við værum saman og hún væri strippari? Væntanlega konaðin, já, þá eru þið saman. Já, Sigrún minni. Já, nei, ég myndi ekki vilja það. Ég er svona búinn að sjá þetta fyrir mig. Þú fórst að skreita þetta fyrir fór sviði. Ég var komið þangað. Já, og þú bara svona, nei, sleppti því. Já, ég bara, þú veist, þar drögu við línur. Já, þannig að þú vilt það ekki. Hún var að gera hvað sem er Þó hún væri með 16 miljónur á ári. Já. Það er nú helvindi góðum peningum það. Já, ég er ekki alveg viss með þetta. Nei. Þú skulum bara halda þetta áfram. Jó, ég er alveg viss. Ok. 40.000 manns... Ég var bara að ganga frá þessu. Að hættu með þetta, Pétur. Ég var bara að setja þetta aftur í tunnuna. Já. Þá heyrist svona. Já, leið þetta bara frá þér. Já. 40.000 manns á ári slasa sig á klósettum í Bandaríkjunum. Já, þessu skal ég trúa. Já, hvernig er þetta slasaðinn á klósti? Þetta er bara varhugaverður staður. Hæ? Þetta er varhugaverður staður, Bæðarvík. Hefur þú slasaðið? Ég hef verið nálægt í, nokkru sinni. Nú, já, þú ert að koma úr sturtu kannski á svona. Já. Allt blautt, það reynda þú að segja það. Já. Bleitan er og svona móða og svona og þú veist, ef þú ert með flísar og svona. Já. Og ég veit mann sem er sér bara Íslendingur og er að vinna hérna. Já. Stórslasaði sig í sturtubotni, sko. Já, ok. Margbrotnaði maður. En þú er ekki slasaðið á sjálfu klósettinu? Nei, en ég minna, er verið að tala um það? Nei, bara Bæðarbyggi. Já, bara Bæðarbyggi. Já, hvort er? Já. Nei, ég hef ekki slasað með. Veistu hvað, samt? Svona því við erum að ræða þetta. Já. Alltaf þegar ég sit á klósettinu. Já. Og líður mér alltaf eins og svona, þú veist, ég kíki alltaf á það. Mér líður alltaf eins og að geti komið rotta. Rotta upp í klósettið. Og svona, og læst tönnunum á sér í pungin á mér eða eitthvað. Og tekkar á því þá? Ferðið niður svona? Þú veist, ég reyni, bara þessi hugsun gera það verkum að ég reyni vilt að flýta mér á klóstinu. Get ekki setið lengi þarna. Þetta er bara eitthvað fóbía. Þetta er eitthvað svaka fóbía. Ég skil þetta ekki, eins og þær geti verið þar. Er þetta, veistu, er þetta möguleik? Nei, hvað heldur að hún væri bara haldið í sig andanum að hún í klóstu og kemur svo allt í einu? Er þetta ekki þannig kvikið? Hún væri drukknuð, sko. Rottur drukkningi. Jú. Þetta er ekki sint alveg fleiri 20 metrar í einhver svona skólpi og það er alltaf eins og það séu bara á leiðin. Nei, það eru bara það niður, það er ekkert syndandum í skólpi, hvað heldur það séu bara hendi í baksöndu og bara með kúta og eitthvað að leika sér þarna niður? Já, maður veit ekki. Það eru bara upp rörinn og svona, þau eru ekkert onni í sjálfu vatninu. Hvað veit ég? Þetta er allavega mín fóbía. Við vorum að tala um þetta og ég var að deila þessu með. Takk fyrir það. Og meðal manneskja eyðir 90% af tíma sínum inni á ævisinni. Meðal manneskja? Já, þetta var fyrir 20 árum, þá var þetta 77%. En það er talið að það sem að krakkar eru miklu meira inni í dag og þá er þetta orðið 90%. Þau eru að rústa þessu fyrir okkur bönnin. Já, hérna, hér. Já,
Það líka núna, það ekkert lengur einhverju krakka bara út að leika sem prik eins og þegar þú ert krakki, sko, tölur. Nei. Nú allir tölvu og tölvuleiki og... Já, og hérna, sko, tölvur og tölvuleiki, en svo þetta náttúrulega bara, þetta Facebook náttúrulega bara orðið eitthvað bara... Já, þetta bara orðið margt, krakkar frekar heima á sér í Farmville í Facebook, heldur nú út í, Puntur og Króna og allir þessum, kissið út af og svona. Hvað var Puntur og Króna? Frábær leikur. Já, geðveikur leikur. Ef maður orðið nú gamall fyrir hann, ég var alveg til að hendi eitt, já, hvað fær maður ekki í svona? Og bara gamli góði feluleikurinn maður. Já. Bara einhver upp fyrir ljósastöður og tilhör upp í 100 og allir að fela sig með það. Já, það Puntur og Króna. Það Puntur og Króna. Var það skýrt Puntur og Króna á króknum? Já, og Selfossi þegar ég bjóð þar. Já, hérna. Og svo það næsta, konur eyða í kringum ár á ævisinni í að ákveða í hverju þær eiga að vera. Já, samtals. Já. 1 ár. 1 ár af ævinni, það er svona velja fött. Minnst alveg þess fyrir, það ekkert svo mikið. Nei, það líka, ég held að konur hafa alveg gaman að því að hugsa í hverju þær eiga að vera. Já. Þannig að þetta er gott ár fyrir þær. Undum ég lengur heldur en Sigrún að ákveða í hverju ég ætla að vera. Yfirleitt, já. Þetta ekki bara, skipt og ég ekki það? Nei, ég alveg fáránlega vandræða með það stundum. Ok. Ég mætti og seint eiginlega núna til þín. Það veist ekki hverju áttur að vera, hvað í útvarpinu, það skalt að passa þig maður. Já, ég veit það. Nei, þetta bara einhver ákveðna, þetta snýst ekki hvað ég að fara að gera. Þetta fáránlegt. Já, svo hérna. Og fer í þetta og úr hinn og eitthvað svona, þetta alveg bara. Vísindamenn eru víst að klára pillu sem getur fengið til að gleyma öllu því sem þú vilt ekki muna. Sturluð staðreind. Það rosa pilla maður. Já. Hæ? Já, á góðin tíma þess að maður. Já. Góðin tíma á þessu töflu. Ímislegt hann upp í kollinum á þessu sem vilt stafa. Það myndi vilja að gleyma það maður. Nei, ég bara spil hvað er þetta að kaupa þessum töflu og hvenær kemur hún á markað. Ég vil fá hana strax. Það erfitt að velja bara hvað á ekki að fara. En ég meina, hvernig á maður að velja það samt? Hvernig veit tablan það bara? Já, ég var að ræða þetta og loga á hann. Hann vil meina að slæmar minningar þær safnist allar saman á eitt stað. Logi Bergmann, hann nú fréttamaður, hann ætti að hafa eitthvað að vita þessu. Já, fréttamennir. Flug gáða kvikindi. Já, en hvað kemur upp í huganu þér sem var alveg til að gleyma? Við skulum fara í næstu. Fara í næstu sturduður stanni? Nei. Hvað veist bara, gerðist það í Breiðholtinu þegar þú varst 19 ára? Nei. Nei, ok, förum með það. Já. Förum í næstu. Hættu með þetta. Annars fer ég út í þetta sem ég var að tala um. Þetta er fíkn. Já. Þetta noise puri. Að sofna í vinnunni í Japan er talin góður kostur í starfsmanni. Því það gefur í skyn að hann sé að vinna yfir sig. Og samkvæmt styrluðum staðröndum þá er fólk í Japan þó sofna í vinnunni svo yfirmenn er að horfa svona, já, herðu, hann er að keyra sér lútstrákurinn. Já, ég er ánægður með hennan. Já, nema það, sko, munurinn á Íslandi og Japan. Já. Ef ég myndi liggja hérna sofandi fram á bara skrifborðinu mínu, að myndi hver einasta sála hérna inni haldi ég að vera skítþunnur. Bara svona, hvað var hann að gera í gerð? Það myndi enginn hugsa með sér, vá, hvað auðvunni að vinna yfir sig núna. En ef Hemmi Gunn væri að leggja sig, þá myndi halda að hann væri döður. Ringið 112. Nei, heyrðu, síðan að því þú ert að tala um þetta. Já. Ég sá eitthvað þátt á RÚV daginn sem að hérna, maður á ekki að tala um það sérstaklega. Jú, skiptir ekki máli. Það var einhver svona gadget show, sko, Stephen Fryer. Já. Hann er með svona þætti á... Já, ég veit hvað þetta er. Já, heyrðu, og þar var hann að prófa svona hilki sem er búið að setja á markað. Það er svona bara fyrir vinnustæði, sem er bara eins og þú getur séð fyrir þér bara svona svolítið rör. Já. Svo getur skriðið inn að loka að þér í 20 mínútur, lagt þig. Það eru blöð og tímaritt og svona og þetta er bara hilki og bara liggur að næði 20 mínútur og þetta er bara svona á vinnustánum power nap. Það er sniðuð þetta því að þá ertu endur nærður eftir það. Já, endur nærður eftir það. Það er ekki veitlust. Svo er það hér næsta sem að mér ég veit ekki með þetta, það eru 2 eftir. Göngutúrar hjálpa kynlífiðinu. Það eykur kynhvöld. Göngutúrar? Já. Og bara út yfir hann. Já, hefur ekkert maður út að labba og bara vákæður hann græður. Já, ég segi það nú. Já, með konunni, örugglega að tala um það. Þið saman. Já, og hvötin bara við útivist. Ég held að hún aukist, sko. Já. Ég held að það sé bara súrefnið og allt þetta kjaftaði, sko. Já, ég hef verið að miskilja þetta eitthvað. Svo er það síðasta hér. Bítlarnir notuðu orðið love, section... Sorry, þú fer í fjallgöngu. Já. Það er ávísun og vesen, sko. Nei, ég get ekki að gera sammálaður. Nei, þá er ég bara þreyttur og pirraður. Þá nenni ég ekki heim eitthvað
fara að gera eitthvað skemmtilegt. Það er lengst úti í náttúrunum að... Nei, alveg búin á því. Lappa upp á eitthvað fjall, það er bara, það dregur úr minni. Þú þarft ekki endilega að lappa á eitthvað fjall, en þú ert einhvers staðar og veist einhvern veginn að það er enginn í mikill... Já, förum í næstu, sorry. Ertu eitthvað í þessu? Nei, maður, hvað? Ég er bara að tala um... Eru þið Sigrún í einhverjum göngutúrum í Askilíðinni sem þú ert ekki búin að segja mig frá? Nei, það eru börn að hlusta á hana þáttu. Hér kemur síðasta, Bítlarnir notuðu orðið love 613 sinnum í heildina í lögun sínum, eins og til dæmis Love is all you need og fleiri. Kannski maður ætti að taka það í karaoke. Love is all you need. Þetta voru sturlaðar staðreyndir hér í réttanda hornið ætlum við að fara í bæði vonda atið og svo ætlum við líka að fara í þegiðu stein þegið og karaoke. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik alla helgina á Ölstofunni. Það vakna allir í góðu skapi á páskadag. Þar sem góðu eggin leynast. Verði þér að góðu. Og myndu eftir hraun-egginu. Meistaradeildin í kvöld í beinni í Háskippu á Górilunni Stórhöfða 17 og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Félag bókagerðarmanna. Arion-appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Topp tónlistastöði. 95 Blö á FM 957 og við ætlum að reyna aftur hér við Pétur að sameina kraft okkar í vondaðunum, ekki satt Pétur? Sameinaði stöndum vér. Já, við... Sundraðir föllum vér. Glæsilegt Pétur, þetta er aðeinslegt. Þetta er nefnilega, gott og gilt máltæki úr íslenskum háamálum. Já, síðast er að við... Og ég get sagt þér það Blöndal að ég var að lesa... Nei, ekki alltaf fram. Hvað er að lesa það? Ég var að lesa háamálum... Nei, ekkert, ég er bara að þvæla og rugla og þrugla. Ok, það sem að... Síðast er við sameinaði kraft okkar, þá hringdu við á hundahótel og ég var með brjálaðan hund. Og okkur fannst það ganga svona skemmtilega að við ætlum að reyna ekkert ósvipað í dag. Nei. Nefn að nú ætla ég að hringi í dagmömmu. Já. Og hvað, þú ætlar að eitthvað, kanntu eitthvað að vera... Vera lítið bad? Brjálaði krakkið? Já, ég veit það ekki. Ég held að vera... Eitthvað svona? Ég held að þetta var alltaf skemmtilegt fyrir mig, hvort sem að api hætti þetta ekki, að hafa það hérna. Nei, ég veit það ekki. Jó, þetta er fínt. Ég segist bara að fara á fund. Hver er þessi? Það er komið. Á hann ekki að vera grenjandi þegar þú byrjar? Já. Þegar þú ringir með... Er ég ekki að fara á fund? Það er ekki. Þannig ég er að fara á fund. Þú ætlaði bara að sækjum... Hvert er þetta að ringja? Dagmamma? Já, dagmamma. Sækjum pláss? Já, og þurft að byrja helst í dag. Ok, er þetta tilbúin sem krakkið þarna eða? Hæ. Já, góðan dag. Góðan dag. Kristján heit ég, var að leita hér að dagmömmu. Já, fyrir haus eða? Hvað segirðu? Þú langar pláss fyrir haus eða? Fyrir haus? Já. Já, bara fyrir krakkanum. Þetta er sumar. Hæ? Þetta er sumar eða? Já, þetta er sonur, já. Ó, ok. Býða angin. Hann er 30 ára hérna hjá mér. Ok.
Býða aðeins. Já, að opna hurðina úti. Hvað sér þau? Ég ætla bara að opna hurðina niður. Býða aðeins. Já, ok, slakaðu á hérna. Elsku... Arnar minn. Arnar. Slaka, hérna. Þetta duttuna. Taktu duttuna. Halló? Taktu duttuna fyrir pappa. Halló. Já, svona duttan. Halló? Já, halló. Hæ. Hæ, herri, já, ég sem sagt með eitt tryggjar og gutta hérna, Arnar. Já. Arnar Kristjánsson. Já. Og vantar góða dagmömmu. Já, ok. Ég ekki með plás núna. Nei, byrjar krakkinn fyrirgjaðu. Ég ekki með plás núna. Nei, hvernig byrjar að reyna að koma snuðunni hérna upp í hann? Já, ok. Þetta er snuð. Arnar, snuðuna. Já, svo mjög fyrir pappa. Já. Fyrir pappa. Svona. Ok. Já. En hvað segirðu? Ég ekki með plás núna. Ná, ok, hvernig heldur að losni hjá þér? Eftir sumar. Nú, það ekkert fyrir eftir sumarið bara? Já, eftir svona ágúst eða september. Já, það ekkert fyrr. Já, ég veit. Ég er mjög erft á fína núna. En hvað á ég að gera núna? Ég er með hann hérna, ég er búinn að reyna að gefa hann snuð og búinn að gefa hann að borða. Hvað er best að gera? Ok. Hann er alveg rosalega frekur hérna hjá mér núna eitthvað. Svona, fóðu pilla. Ok, fara þú prófa að ringja mér aftur eftir mæ. Já, en ég er að spáði, getur eitthvað aðeins hjálpað mér bara núna? Fokk, nú beita mig. Já, prófa að gefa meira að drega og prófa að fara að sofa í gerru úti eða hvað. Hann beit mig í puttan. Ekki býta, Arnar. Búin að segja það. Já, býta ekki pappa. Æ. Hann sagði það, taktu. Jú, namna, jú, fáðu þér. Namna. Ekki, jú, svona. Hann er snarruglaður. Hann er alveg snar. Áttu eitthvað Gucci dót hjá þér sem ég get koma að fengi lánaðu það? Halló? Já. Hæ, áttu eitthvað gott dót eða eitthvað sem ég get fengið lánaðu hjá þér ef við kemum að sækja það? Já. Er eitthvað svona dót sem að krakkarnir alveg eru æstir í hjá þér? Já. Geti ég koma að fengi lánaðu hjá þér? Já. Dóttir. Sjá þessa freki dollu, maður. Jöfull ertu frekum, maður. Hæ? Já, hættu. Herru, get ég komið og sótt eitthvað til þín? Eitthvað dót? Hæ? Halló? Halló? Það er hvað við erum að skella. Ég er farinn. Ég held að það bara tekið síman. Hún var að svo treyta á sér. Hún tók bara síman. Hún var bara að henda honum. Og lagði honum bara frá sér. Nei. Jú. Svo þóttust hún alltaf að hlusta á mig, held ég. Ég var alveg löngu búinn að gerast uppgreið. Maður. Þetta var vonda aðið og, já, það var nú ekkert svo vond. Þetta var alveg fínt. Það var eitthvað skrítið. Hvað skrítið? Þetta er bara þetta skrítast að sé bara gerst. Hvaða rugl er þetta, maður? Ég tek ekki þátt í svona löguð aftur. Það er alveg hreina mynd. En stundum er þetta bara gott á pappíknum einhvern veginn. Já, það leit vel út á pappír. Við heldum að það er rosalega gaman að hafa Pétur hérna sem grænjandi krakka. Já, ég bara var ekki nógu góður í, sko. Jó, þú varst reyndar ágætið, það er ekkert við þig að sagast þarna, sko. Við þurfum að... Það er ekkert við þig að sagast. Maður fá eitthvað annan í þetta. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Heitir lagið og talandi flott lög og þá erum við að fara í akkurat öfugt flott lög því að það er komið að karaoke-keppninni hér í FM 95 Blöð. Karaoke-keppni FM 95 Blöð? Já. Það er að fara að hefja göngu sína. Og það vil svo skemmtilega til að það er karaoke-keppni háskólana er að fyrir gang líka, rétt bráðum. Og við ætlum að tengja okkur því aðeins. Já, við verðum heldur kynna þar og í dómnefnd heldur. Já, heldur. Já. Það átt eftir að koma í ljós. Já, menn það að
Facebook-suðu hjá Ringtorg. Þá getið lesið allt um það og það verið einhverju geggjaðar vinningar í boði. Tekkið á því. Eitthvað gáðulegt að fá okkur sem svona, nei, já, kynnar, ekki dómarar. Ég held sem kynnar. Frábært. Já, ég held að það sé betra. En sko, Pétur, þetta er ekki fyrsta sinn hér í karaoke-keppninni sem þú ert að svíkja með eins. Við ætlum báður að fara í einhver vælulög, svo fannstu bara ekkert. Ég veist ógeðslega leðilegt. Það er agalegt að ég fyrir eitthvað svona grenjulag þegar það átt að vera þemaði hjá okkur. Svo ert þú að fara í eitthvað geggja rocklag sem er alveg í bullinu. Nei. Það verður bara að hafa það. Veldu lag núna, eins og þú segir vælulag, og ég teka. Ég segi Justin Timberlake, Cry Me a River. Og ég gáðast leiðið. Eins og þú vildi taka. Þú vildi taka það. Það má alveg koma smá kórus inn í það. Cry Me a River. Það má alveg vera undir, sko. Það kemur bara að því viðlæðinu. Já. Nei, ég vil frekar... Nei, taktu bara eitthvað sem þú vilt taka. Nei. Þú tekur þitt. Nei. Ekkert rugg. Ég tek að sér háskóru en ég tek Justin. Nei. Jú. Ég ætla að byrja þetta svona... Nei. Nei, ég til ég. Nei. Jú. Þetta er ekkert mál. Nei. Ég tek Bruno Mars og þú tekur rockið. Nei, þú tekur Bruno Mars, ég tek Timberlake. Cry Me a River. Hvaða lag ætlar að taka með Bruno Mars? Þetta nýjasta þarna, When I Was Your Man, það sem hann er einmitt grænandi. Einmitt, ok. Þú tekur það og ég tek Cry Me a River. Þú mátt taka lagið þitt, sko, ég var að stríða þér. Þetta er alveg rétt hjá þér. Já, þetta er rétt hjá þér. Það er banna að bakka út úr svona a gentleman's game. A gentleman's, Það er ok, ég ætla að byggast bara fyrirfram eins og alltaf afsökunar á þessum flutning. Þetta er hér heitasta lagi á stöðunni. Þetta er Bruno Mars, When I Was Your Man og ég held að sé með svo ógeðslega erfitt að syngja þetta lag, sko. Vítu, er þetta hérna When a man loves a woman. Já, það er mitt að nýjasta með Bruno Mars. Jú, ég bara Pétur Jóhann er hér í FM 95 Blöð karaoke-inu. Ég tími ekki að þessi búi, ég datt alveg inn í þetta. Nei, hættu þessu bulli. Nei, ég datt inn í þetta, alveg satt. Já, einmitt. Herru, ætlar í Justin, ætlar í AC/DC. Þú mátt taka hitt. Nei, ég ætla að taka Justin. Ok. Það er að finna hérna. Heyrðu? Já. Hérna, sko. Ég man ekki alveg hvaða lag þetta er, hvað heitir lagið? Cry Me a River, já. Og hérna... Fer hann mikið svona... Í þessu lagi, manstu það? Ég verð ekki heyrtu, þú voru oft heyrtu með lag. Já, en það er ógeðslega langt síðan, maður. Já, ég syngi þetta bara með mínu nefi. Þetta er tilbúinn? Já. AC/DC, þú varst eitthvað hrættu við þetta. Ég var skítrættu við þetta, allan tíma. Já, en okkur ástu þú að heimt þetta, lúðið? Já, ekki máli, maður. Ég er búinn að vinna svo oft. Já, ok, já. Rub that in, maður. Þú veist, þetta er... Ég er bara... Ég gefst upp. Ég get ekki upp. Þetta var satt skemmtilegt, já. Þetta var ríkalegt. Mitt var enda viðbjöðu líka. Nei, þetta var flott. 511-0957, skulum heyra hvað hlustendur hafa málið að segja. FM. Já, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er Rauti. Það er Rauti. Það var easy bara. Það var fínt sem þetta betri, eða ekki? Þú varst aldrei vandraði með þetta? Nei, ok, ánaði með þið, takk. Heyrðu hvað, hann var alvarlegur. Já, hann var harðákveðni að kjósa þetta. FM. Ég held að ég kjósi bara Pétur. Pétur var þitt atkvæði? Á, hvernig dettur þér það í hug? Það var frumslega góður. Já, bara ánaði með þið. Já, ég er ánaði með þið. Já. Heyrðu, ég bara þakka þér innilega fyrir þetta atkvæði. Það skiptir mig miklu máli. Takk hérlega. 1-1 hér og við fáum næsta hlustanda FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Þú varst mjög góður. Já. En Pétur var betri fannst mér, sko. Var Pétur betri? Nei, hvernig... Pétur færi þetta, sko. Ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvernig hún færi þetta út. Þú byrjaði þetta alveg æðislega vel, en síðan alltaf vissi kannski hvernig lagi á að vera. Og týndir hérna í seinna. Ég týndi mér alveg. Svolítið, en mér fannst þetta að vera miklu betra. En það kántar, sko. Það telur, sko, að... Þú veist, í ædolinu er það þannig. Hvað ætlar að snúa honum? Hann var að gefa þér atkvæðalúðin. Já, heyrðu, það var einu... Já, ok. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er 2-1 hér fyrir Pésa. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Góðan daginn. Það er Rauti. Það er Rauti, 2-2. Já. Býttu, með hverjum heldur þú, Pétur? Ekki Petronæsaði með hérna. Nei, þetta skipt, þú veist. Halló. Heyrðu, hvað heitir þú sem þú ert á línunni? Eggert. Eggert? Já. Á skalanum 1-10, finnst þér þetta fyndið? Býttu? Nei, býttu hans. Ég er ekki að vara neitt, sko. Please, eða nei. Finnst þér þetta fyndið eða gert?
Það í gamla. Þú heyrir, hann grenjandi á línunni, Pétur. Ég heyrði eitthvað fyndara sko. Þú heitt fyndara. Takk hérna að ringja. Ok, það 2-2. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn, herru. Ég verði alveg að segja að sé Pétur. Það Pétur, 3-2. Jú, af hverju verður þú? Herru, sko, þetta söngrundar uppáhaldslægið mitt, en mér fannst Pétur vera eiginlega betri. Já, ég að eyðileggja lægið fyrir stelpunni, sko. Það svona kýsum þig. Jó, ég alveg sammálanni. Já, takk fyrir að ringja. 3-2, ég þakka kærlega fyrir þetta. Ég held að ég... FM, góðan daginn. Herru, Auðun Blöndal. Já, allan daginn. Já, allan daginn. Allan daginn. Nú, þarna, ok. Allan peningin. Ára 3-3. Fyrir allan peningin líka, var. Undir hana. Herru, takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Verið góð. Fyrir staðan. Það 3-3. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Þú ert komin í beina útsendingu í FM 95 Blöð hér í... FM. Hæ. Hvað segir þið? Við segjum fínt en þú. Hæ. Þú ert í beinni útsendingu hér í FM 95 Blöð. Já, snild. Hver var atkvæðið þitt? Herru, sko, Auði færða, en Pétur var með miklu betra lag. Nú, já, þannig að en ég menna þú velur eftir því sem var betri að syngja. Já, það klálega Auði. Ok. Það var orðið 4-3 hérna. Ekki máli, dóla minn. Takk kærlega fyrir að ringja. Já, takk fyrir. Ok. Er ég að hafa þetta hérna? Það getur verið, 4-3. FM, góðan daginn. Sælliti. Sælar. Ég segi Pétur. Það Pétur. Það rosalegt maður. 4-4, ef ég tap aftur fyrir 5-4. Þá erum við brjála. Herru, takk fyrir þetta. Já, ekki má. Ok, þá það úrslita atkvæði. Það undir þér komið kæri. Hlustandi, hver vann þessa karaoke-keppni? Hanna ekki. Ég veit samt ekki stundum með hvernig þú heldur í þessu, Pétur. Ég held með mér. Þú ert svo lítill kært. Ok, bye. Eitt sem nefndi ekki að spjalla maður. Nei, þetta var loka atkvæði 5-4 hér í karaoke-keppninu. Það er alltaf hefð fyrir því að tjekka. Já, það er endar góður punktur. Hvort þú tókst rétta línu. FM, góðan daginn, hver að fengið þitt atkvæði? Pétur. Já, Pétur að fengið þetta, en hver að fengið þitt atkvæði? Pétur. Já, ég valdi rétta línu sem betur. Ói, þú valdi bara rétta línu, maður. Ég rústa þessu. Fyrir mér í Örstuð skilabóð, svo ætlum við í steinþegju. FM 957 kynnir Dead Man Down. Sérstök forsýning á einni rosalegustu spennumynd ársins. 5. 14. mars klukkan 8 í Sambíónum Egilshöll. Ung kona verður vitni að hrottalegu morði. En í stað þess að láta yfirvöld vita ákveður hún að biðja leigumorðingjan aðstoð við blóðuga hefnd. The man who did this to me. I want you to kill him. En þegar rangur maður drepinn, stendur mafíunni ekki á sama. Hörkuspennandi hasarmynd þar sem Colin Farrell, Noomi Rapace og Terrence Howard sína snilli sína. Fylgstu með og þú getur náðir í miða. Sambíóin og FM 957. Spennu hlaðin skemmtur. Hæ, Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur hér. Ég verð með fræðslufund peninga fyrir krakka á aldrinum 13 til 16 ára víða land núna í mars. Í dag verið til dæmis á Akureyri. Pizza í boði og að sjálfsögðu verður gítari með í för. Nánar upplýsingar og skráninga á arionbanki.is. Já, ég með. Ég kom hér. Nei, ná. Já! Klassir. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Hefur þú orðið vitni að góðverki? Sendu inn tilnefningar í samfélagsvelun Fréttablaðsins á vísir.is/samfélagsvelun. Veitt verða velun í 5 flokkum alls og peningavelun fyrir sjálf samfélagsvelunin. Frestur til að senda inn tilnefningar til 14. mars. Fréttablaðið. Allt sem þarft. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik alla helgina á Irish Pub. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð, á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. 95 Blöð á FM 957 og ég og Pétur með ykkur hér þennan miðvikudaginn. Já. Og við ætlum að fara hér í dagskrárlið PC. Já. Samátt ég kalli þið PC. Já. Þú mátt bara call me what you want. Það er bara þannig. Ég kalla það sem ég vil. Já. Ég ætla að kalla það á PC. Já. Við ætlum að fara í bölvaði símtali.
Já. Og það er ekki flóknar reglur. Maður hringir einhvern og bölvar á fullu. Já. Svona eins og maður sem svona... En samt yfirleitt höfum við byrjað símtali, já, góðan daginn og eitthvað svona. Já, maður þarf að ná honum aðeins, bara gamla og góða reglan. En við höfum aldrei byrjað á því bara, þú veist, þegar svarar. Bara beint í þegið. Steinþið, strax. Hæ? Þegið? Já, heyrðu, ég ætla að kanna og eitthvað svona. Ok, ætlar að byrja þannig í dag, eða? Nei, þú mátt gera það. Hvort vildur undan eða eftir? Ég er mér alveg saman, ég skal vera eftir. Verða eftir, ok, ég skal byrja þetta. Hérna, það verða að bjóða upp eitthvað þjónustu, hérna, frelsi frá streitu og kvíða. Ég meina, ef ég er alltaf bölvandi, það er ekki ekta svona gaur sem það er eitthvað svoleiðis. Frelsi frá streitu og kvíða. Já. Vá, hvað væri gaman að komast í það, maður. Já, það er einmitt það sem ég þarf núna. Ég er rosalega mikill streitusjúklingur og kvíðasjúklingur. Já, það er búið mikið stress á mig líka nú. Já. Hvað er það? Einhverjir leikir sem er að stressað upp. Einhverjir Manchester United leikir. Já, bara lífið. Já. Jú, halló, Viðar. Já, góðan dag. Góðan daginn. Herðu, ég var að sjá hérna hjá ykkur auglýsingu fyrir streitu og kvíða. Já, það passar. Við vorum að auglýsa, ég var að auglýsa í dag. Já, hérna, hvernig virkar þetta allt saman? Þetta virkar þannig bara, fólk panta tíma hjá mér á stofu og... Þegið, steinþegið. Þetta tala við hund. Hvað segirðu? Varst að skamma hund? Já, hvernig virkar þetta? Já, það er þannig að fólk panta tíma hjá mér bara á stofu. Já, en hvernig þegið? Hvernig stress erum við að tala um? Hvað segirðu? Þegið! Hvernig stress erum við að tala um? Þú er að segja mig það. Já, ok, þannig að þú getur leist alveg sama hvernig stressið það er. Já, það er... Þegið! Grót allt í kjafti! Er hundurinn eitthvað óþekkur? Hvað segirðu? Er hundurinn eitthvað óþekkur hann að hjá þig? Já, hann er eitthvað leiðandi í honum. Já, það getur verið svo margt sem er svona undirliggjandi. Er eitthvað svona streita eða ónátt í þér? Já, bóra djöfisir stress á mig, maður. Við var alveg hinskilin. Og þetta er farið að taka toll í vinnunni. Já, það gerir það. Þegið! Gerir ekkert sko. Þegið! Hvað segirðu? Þú segir hundurinn mikið að þegja. Já, ætla að sé ekki stressið bara. Hvað er næsta skref? Það er að panta tíma. Panta tíma, já, förum við það. Hvað heitir þú? Kristján. Kristján, hérna, hvernig... Grjót allt í kjafti. Auglýsingunni í blaðinu. Steinþegið. Varst að sjá þetta í blaðinu, kann maður segja. Já. Auglýsinguna. Já. Þegið. 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 Ertu annað með þar? Já. Þegið. Viti. Þegið. Já. Nei, herri. Ég ætla að róa hundinni. Ég er eftir smá. Þú ringir bara. Ég gerir það, vinnur. Ef þú vilt. Ok, takk. Ég get ekki gera þetta eins og góð. Líkt og annað eins umburðarlindi sem hann hafði í gangað þessum mann. Hann vinnur við það. Þetta var bara mesta umburðarlindi sem ég kynst í þessum dagskóli. Yfirleitt er fólk bara, bara tekur ekki þátt í þessu. Voðalega er þetta að segja hundinum mikið að segja maður. Heyrðist ekki múk í hundinu? Ég var næstu farin að gelta bara svona til að hjálpa. Það taka aftur bara. Herðu, þá er það meirinn Jóhín. Já, ég ringi bara hvað sem er. Hvert sem er. Ok. Stíg! Einar. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herðu, ég er möguleiki að fá hjá þér hjálp við skattframtal. Já. Það er ekkert mál. Þú gerir það? Já. Hvað kostar að láta gera skattframtal? Svona, allur gangur af því. Er þetta frekar einfalt skattframtal? Já, þetta er fyrir mig og konuna. Já, hvað er, ég meina, ertu ertu launþegi eða? Já, ég er með bæði, sko. Ég er með rekstur og svo er ég launþegi. Þú ert bæði? Já. Hvers konar rekstur ertu með? Þegiðu, helvítið. Ég er með svona vélsæðir og annað svona sem er í útleigu. Já. Hörðu, leið mér að taka niður númerið. Haltu þegiðu, helvítið. Ertu með gemsanúmerið? Ég er ekki með GSM, nei. Ok, hörðu. Get ég komið til ykkar? Já, kíktu bara yfir til minn á morgun. Ég verð að hætta núna. Hvar er það? Já. Hvað fór hann bara? Annarkort vissan þetta voru við. Annarkort vissan það, eða bara hann nefndi ekki að taka þátt í þessu. Býtu hérna, það er eitt hann hérna. Halló? Halló? Guðmundur? Já, ég ætla að kanna þarna með skattframtal. Getur gert, svona, ég með áttar aðstoð með þetta.
Já, hvernig rekstur þetta með? Þetta með rekstur? Nei, þetta bara fyrir mig. Já. Mig og konuna og... Og hvað heitur með lifi? Heiðu, Steinheiður. Hvað er þau? Steinheiður. Sko, ég heiti Gunnar. Já. Gunnar Sigurðsson. Ertu með veflítilinn? Ég var, Var með hvað? Já, það var gott að vera með hann, sko. Hvað þarf ég að vera með, sagðirðu? En varstu ekki með eitthvað í fyrra? Hjá þér? Jú. Nei, ég var ekki hjá þér í fyrra. Nei, Gunnar hversson? Gunnar Sigurðsson heiti ég. Hvað þýrðu? Sigurðsson. Sigurðsson, já. Hvað kostar að láta gera svona 2 skammtbrandul? Er það fyrir þig og konuna eða hvað? Þegiðu, helvítið. Þegiðu. 9. Þegiðu. Það tala við mig. Stein þegiðu. Það tala við mig. Það tala við mig. Mér vantar að láta gera skattbrandal, já. Þú sagði þegiðu. Já, Stein þegiðu. Það tala við mig. Mér vantar skattbrandal að láta gera það, já. Nei, hvað segir þú Stein þegiðu? Hvað sagðirðu? Við hvað segir þú Stein þegiðu? Við mig? Varst að segja það við mig? Nei, þú sagði það. En hvað kostar að láta gera svona skattbrandal? Já, það er fyrir svona 10.000 kall. Haltu kjafti, Stein þegiðu helvitið. 10.000, já. Fyrir bæði þá. Já, eru þið hjón? Við erum hjón, já. Já. Ég var búinn að segja það. Já. Já, hvað kostar það þá? 10.000. 10.000. Stein þegiðu, helvitið. 10.000. Stein þegiðu, helvitið. Já, blessaður. Nei, Halló? Já. Hanna góða maður. Þetta var alvöru. Ánægði með hennan, sko. Er þetta vorkendi Gunna? Já, hverjum? Það er samt best, sko, 9, 10. Hvað sagði? Ég þegja. Svona verða það best. Þannig að ég gef þér 10 fyrir þetta, Pétur. Já. Þú ert snillingur. Átakvað, ég var bara heppinn að... Nei, þú ert bara snillingur. Þú er ekkert með mig að gera. Ég var bara heppinn með mótmælan. Vílíku fag. Nei, viðmælan. Nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Thinking about the girl in all leopard, who was rubbing the wood like Kiki Shepard. 2 tattoos, 1 red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep, but we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Broken City. My husband set me up and I'm gonna destroy him for it. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. This is not what you think it is. Broken City. Frumsýnd á föstudaginn. Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði sannkölluðu hátíðarskapi á Stöð 2 páskana. Vertu með það besta páskana og tryggður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Hafðu það gott páskana. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Réttir að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og það virkilega kósi og rólegt hérna eitthvað í stúdíónu með núna því að Pétur Jón Sigfússon, hann kominn á stjá. Ég nú búinn að reyna að hringja. Jú, nú held ég að sé að svara hérna. Ertu að það, Pétur? Herru, kallið það maður? Hann ertu. Allir mættur, sko. Hvað, við erum að fara í uppáhalds dagskráliðin þinn? Herru, já, ég býð landsmenn nær og fjár velkomna í dagskráliðin Hvernig stemmarinn? Já, hvernig stemmarinn? Þetta á þessum fantafína miðvikuti og það Pétur Jóhann Sigfússon sem stjórnar þessum dagskrálið í dag sem aðra daga. Maður myndir að halda fyrst að Lóan komin, þá lítur að vera komin, stemmar í mannskapinu, ekki? Herru, nú Lóan komin, maður. Já. Það bara fuglafræðingur í garðinum sem hafa búin að taka myndir af hennum, skellinu bara á neti í gær, sko. Já. Þannig að þú myndir halda svona sem umsjónamaður hvernig stemmarinn að það væri góð stemming í mannskapnum, ekki?
Já, ég myndi halda það maður. Já. Og í sumar og voru í heiði og lóðan kominn og engin ástæða til annars en að vera í góðu stuði. Þú ert komin eitthvað vestur í bæ, eða ekki? Ekki komin vestur í bæ, nei. En eitthvað stund í bæ. Ég er nú ekkert alveg kláraði hvar ég er. Nei. En ertu að labba einhvers staðar inn það er að gera að dingla. Já, ertu í blokk eða hús eða? Já, fjölbýli, sko. Fjölbýli, ok. Já. Og ég er búinn að dingla hér á... Halló? Fyrstu fjöllum. Og skemmtur að segja að enginn svarar þar. Þá dinglum við bara á næstu fjöllum. Og fyrir þá sem að voru að stilla innan, þá erum við stilt á 9-5 blöð, mér er í... Hvernig er stemmarinn, dagskrárliður sem er í umsjá Pétur Jóhanns Sigfússonar. Ég er komin hér út í bæ og svona stemmara. Það er ekki verið að svara. Nú er ég búinn að dingla á 3 ár, Pétur, sko. Það er útlitt fyrir það að ég sé enginn heima bara. Það drepur svolítið dagskrárliðin þegar það er ekki verið að svara. Rétt Jórun. Góðan daginn. Nei. Góðan daginn, hvernig er stemmarinn? Halló? Halló, já, hvað er það? Hvað er það? Hvernig er stemmarinn? Nei. Hvað gerist þarna? Hann talaði örugglega ekki íslensku, sko. Það var svolítið klúður, sko. Hvernig er stemmarinn? Hver er þetta? Ég er að kanna stemmara með, ertu ekki stemmara? Halló? Og það? Nei. Hvað ertu? Það er allir hrætti við þig, Pétur. Eitthvað dauður stemmari hérna, sko. Já, þetta, ég hef átti heyrt meiri stemmingu í hvernig er stemmarinn? Já, ég verð að viðurkenna að ég verð að vera sammálaðir að stemmarinn hefur oft verið betri. Halló? Já, góðan daginn. Hæ? Hvernig er stemmarinn? Bara fínt. Er það ekki? Jú. Ertu í stemmar? Já. Mikið er ánægður að heyra það maður. Ertu til í að hrópa fyrir fólki? Gellingir er í stemmar hana? Ertu til í að? Já. Ok, 1, 2 og byrja. Hvernig er stemmarinn? Já, maður, ég vil ánægður með þig. Já. Herru, takk fyrir þetta. Ok. Já, bæ. Já. Þarna kom ung dama á línuna sem var sko algjörlega í svaðalegri stemmingu. Fekk smá stemmingu þarna, já. Smá stemmingu, þetta svaka stemmingu. Já, sorry. Ég hef sjaldan heyrt aðra en stemmingu. Já, þessi dagur ætlar að vera betri heldur en margir aðrir. Mikil stemming greinilega í borgurum. Nei, byrjaði ekki vel. Hvað segir þið? Það var ekki stemming. Hvað sagðir þið? Það var ekkert stemming, það var einandi í lokin, allt hitt var bara eins og fólk var í... Þetta var svaka stemmingu. Ertu komin í annan stegagang? Ég er komin í annan stegagang. Ok. Já. Þú gæst ekki döf. Döfur? Ertu eitthvað döfur í dálkinu? Nei, ég er ekki döfur, alls ekki. Býttu þér undir blöð sjálfur ekki í stemmara? Já, ég er í stemmara. Þú verður að vera í stemmara, hefur alltaf á gangu upp. Já, hentu þér í þetta, maður heyra. Ég er bara búinn að dingla með fyrir löngu síðan. Þú ert alltaf skrifin undan með maður. Já, ég er langt og undan. Halló? Hvernig er stemmarinn? Halló? Nei, ég vil ekki klappa á. Halló? Hvað er það? Merti hans dimrataðari, Pétur. Taktu svona, hvernig stemmarinn dimrataðari? Halló? Hvernig er stemmarinn? Hver er þetta? Ég er að tjekka bara, ertu í stemmara? Ertu ekki í stuðina? Halló? Hvað? Nei, það er bara lagt á maður. Þetta... Það er ekki mikil stemming. Slaka á þetta, hvað er að því? Hvernig, ég menna, þú veist, við erum að gera þetta live. Það getur allt dottið bara hvora meginu við línuna, skilur. Já, ég veit það. Góðan daginn. Halló, og góðan daginn, hvernig er stemmarinn hjá þér? Hver er þetta? Pétur Jóhann heiti ég og ég er svona að kanna stemninguna hjá liðinu. Ertu ekki í stemmara? Nei. Hvað eru? Nei. Ekki í stemmara? Ok, heyrðu? Já. Ertu samt til ég að hrópa svona, ég er í stemmara, bara svona fyrir fólkið? Er í stemmara? Amma, ég þekki, það er gjöfnir ánægð með þig, maður. Hvað veist? Það er smá stemmari, ég heyri það á þér. Það er í þetta. Það er engin stemmari hérna. Takkaði fyrir að taka þátt í einu skemmtilega leik. Já, það er það, kæru hlustendur. Nær og fjær. Viltu ekki koma að bröð, Pétur? Fólk er ekki það, einn í lögin. Einn í lögin, ok. Vertu dimrataður og segja nú, hvernig er stemmarinn? Já, ég er búinn að dingla á alla bjöllurinn. Það er aldrei að vita nema einhver svarir núna á endan, sko.
Halló? Hvað það er? Pissi. Eru þið í honum? Nei. Nei. Já, þeir sem voru að stilla inn, þeir eru með stilt á hvernig er stemmarinn hérna í okkur í FM 95 blöð. Já, er þetta ekki... Og við erum að kanna stemminguna í landanum. Er þetta ekki komið bara? Fólkið sem að býr í landinu, hvernig stemningu eru þið í? Er þetta ekki bara komið? Er ekki allir í góðum stemmarum? Það er stóra spurningin. Er ekki komið gott bara, Pissi? Já, skemmtur að segja að það er enginn að svara hér. Nei, þetta er... Það var allir í blokkinni búin að gera þess að grein fyrir því að ég er búinn að prófa alla bjölluröði. Já, þetta er komið gott líka. Það var frábært hjá þér. Takk fyrir þetta. Þetta er komið gott hjá þér. Takk fyrir þetta. Veitu hvað, ætlar þú að ljúka þessu? Nei, sorry. Ég er með þetta er allt í mínum höndum, sko. Já, kæru landsmenn Nærumfjæðir. Það er Pétur Jóhann Sigfússon sem þakkar fyrir sig í dag. Þetta var hvernig stemmarinn. Stemmingin var góð eins og við hyrðum. Þannig að við höldum áfram með ótröð og takk fyrir mig, viljið verið þið sæl. Já. Hann hingaði upp eitthvað aftur, hann Pétur, þetta var hvernig stemmarinn. Já, það var nú ekkert alltaf mikið stemming. Jóhann Sigfússon er ekki mættur aftur hingað í stúdíu. Hann var í hvernig stemmarinn og er að koma sér hérna upp. Jú, hörðu býði, ég þarf að opna fyrir honum. Snakkur, þú er að koma í útsendingur. Búin að opna. Afsakið þetta, en já, það stýttist hér í lagi á leiðinni heim sem er hér rétt handa við hotnið þegar leið og Pétur er mættur hingað inn. Svona meðan ég er að bíða eftir honum, þá getið þið hringt í 511-0957 ef ykkur langar í bíó á morgun. Það er myndin Dead Man Down og sérstök forsýning annað kvöld klukkan 8, FM 957 forsýning og sýnd í Sambíónum. Sælunur. Ég ætla að menn ég var að bíða eftir að gefa hérna 2 bíó með það bara. Já, mér líst til það. Já, ég ætla að standa við það, veist það, fólk er svo almennilegt að ringja. FM, góðan daginn. Hæ, langaði í bíó? Já. Ég held reyndir að hún sé bönnuðin á 16. Hvað ertu, gömul? Já, sko, ég er ekki ákvæmst ekki bönnuð þetta fyrir mömmu mína. Já, voðalegt er góðið við mömmu. Hvað heitir mamma henn? Hún heitir Anna Kristín. Anna Kristín, já. Og heldur að hana langi í bíó? Já. Hún langar potið að fara í bíó, sko. Eða ekki. Er hún góð mamma? Alltaf. Hvað færð að vaka lengi? 11. Hvernig áttur að vera að fann að sofa? Svona 11, cirka. Já, það er flott. Já, segðu mömmuðinni að koma hann í Skaftalíð og sækja með hana á morgun því að hún er fyrir bíó annað kvöld. Já. Glæsilegt, takk fyrir að ringja. Ok? Bye. Takk, bye. Ekki málið. Ekki málið. Bye. Sælar. Já, þessi var res. Já, við ætlum að gefa hérna einu miðubót FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú, höfðingi? Ég heiti Sigþór Fannar. Sigþór Fannar, hvað er það að brasa? Bara leiðinu heim, býð til laginu. Já, býð til laginu. Hvað varur ef þú mætti velja lag á leiðinu heim? Hvað myndir að velja? Ég veit ekki, ég treysti bara á þig ofta, sko. Það er í fíla. Ég ætla að gefa 4 miða hérna. Ég má velja. Það er rétt, maður. Þannig að þú getur tekið ykkur að 3 með þér. Bara alla familjónu? Já, nóg að þessu með. Þetta er samt á morgun að þú ert að koma snemma og sækja með hana. Já, ekki mál. Ok, herru, ég var að spá ég að henda í Radiohead-irni, laginu og leiðinu heim. Hvernig listur það? Já, tökum það. Fíla. Sjáumst í bíó. Takk. Ok, bye. Hvað sér þið bísið? Já, sko, að því að ég fæ aldrei að velja lagi á leiðinu heim þegar ég vinn karaokeið. Núna tapa ég, þannig að ég hlýta að fá að velja þá. Þú valdi lagi á leiðinu heim síðast. Við spilum Enjoy the Silence með Depeche Mode. Þú ert alltaf vælandi, Pétur. Þú ert vælandi yfir engu. Hæ? Það stendst ekkert á þessu sem þú ert að væla yfir. Það er að skrýtna í þessu öllu saman. Stendur ekki steinni yfir steina? Nei, það stendur ekki steinni yfir steini. Ég ætla að taka hérna, ég ætla ekki, ég er í feeling, ég ætla að gefa síðustu með hérna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað verður þið til í marga miði bíó? Ég ætla að gefa þið 4 eða völd. Herði, já, ég er alveg vel til hérna. Nú ekki, þetta ekki nóg að vinnum. Jú, já, ég hlýta að finna eitthvað að vinnum. Allavega, getur þú keypt þið vinni. Segðu. Hvað heitir þau? Einar Torfi heit ég. Einar Torfi? Yes. Heru, þú sækir þetta bara á morgun í Skaftalíð og bíó er annað kvöld, þannig að hvað er snemma? Flottur, takk fyrir þetta. Sömuleiðis, bye. Já, bye. Þá er þetta komið, búin að gefa hér 10 bíó með og á ég ekki fleiri því á ég ekki fleiri með það hér í dag. Ertu búin að velja lagið með Smashing Pumpkins? Með Smashing Pumpkins? Nei, er það með Radiohead? Það er með Radiohead, já. En ætlar ekki að, mér langar svolítið í Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins? Langar það svolítið þá? Já. Það sem heitir, sem skrifa E-Y-E, æ. Það er endur ógeðslega flott lag. Smashing Pumpkins, þegar þú segir að ég þarf að fara að nota Smashing Pumpkins oftar hér í laginu og leiðinu heim. Hefur ekki að hafa daginn í dag
dagurinn sem við veljum saman. Það erfitt sko því að það allt stillt núna, nú þetta allt tilbúið, bara auglýsingarnar koma eftir laginu. Nú alltaf hægt að breyta öllu blöndalega ef maður með puttan á púlsinum, sko. Ég sagði, ég skal prófa. Ég stríða þér, maður. Prófa fyrir. Nei, þú sko, þetta er svo ekta þú, Pétur. Ekki það, ég skal aldrei taka að þér. Þú ert einn besta mannverið sem ég þekki. Ég var úti, sko, í hvernig stemmar. Ég veit að þú ert uppáhaldsmanneskja mín, en það er rosalótt sem þú biður eitthvað. Sem ógeðslega erfitt að verða við. Nei, og svo þegar maður ætlar að verða við því. Þá hætti ég við. Já, nei, þetta er ekkert mál. Ég þarf veit ekkert. Nei, þetta skiptir engum máli. Sleppum þessu bara. Já, ég veit það, ég er þannig. Þú ert rosalótt þannig. Hvað vilt það ég segja? Segja bara nei við því líka? Nei, alls ekki. Nei, bjóst ekki við því. Okkur fæ ég þetta ekki hérna í kerfinu. Nei, við skulum ekkert vera að spá í þessu. Við skulum ekkert vera að vera með einhverja bollaleggingar í þessum. Hver er búinn að vera að setja myndir inn á þessa tölvu? Er þetta hann Gilsin ekki? Já, það er einhverju kallmenn í sleik og eitthvað svona. Kallmenn í sleik, þetta, men kissing. Já, þá er þetta Egil búinn að vera fyrkt í tölvunni. Síðan tvíklikka maður á það, þá kemur þessi mynd alveg í rísastóri upplausn eitthvað og það er alveg slef og allt. Hvað ógeð er þetta? Hver er þessu? Við skulum ekki tapa okkur í ógeð, en þetta er ekta Egil. Nei, ok, sorry, ég fyrirgefðu maður, ég misti, nú er ég búinn að eðalega daginn fyrir einhverjum að núti mig. Fyrirgefðu maður, En veistu hvað þú ert búinn að gera núna? Þú ert búinn að verða til þessi nægi ekki að spila hvorut lagið, lúðuðinn. Sætli Nei, þá var ég bara að gera þetta hérna. Þú ert svo mikið vitnisíkur Ég er með þá eitt svona til að drepa tíman. Hvað er það? Nei, þetta er ógeðslega takkið. Prumpuslímið maður, ég er með prumpuslímið. Það er komið að lokum. Pétur, takk aðeinslega fyrir daginn. Búið virkilega gaman að vera hérna með þér. Og ég þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir hlustunum í dag. Við ætlum að enda hér á laginu á leiðinu heim. Það er með Smashing Pumpkins á þessu sinni. En heitir 1979. Já. Sem er virkilega gott lag líka. Stóra á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Sjómannafélag Eyjafjarðar. Meistaradeildin í kvöld er í beinni í Háskirkju á Górilunni Stórhöða 17 og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. Þessi ánægja var í boði bless.is. Í dag er venjulegur dagur og í dag er rétt eins og alla aðra daga erum við hjá TM að bæta tjón af öllu tagi. Að því okkar einasta venjulega degi þá gerist svo ósköp margt. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. So darling, if you love me, would you let me know?